Jæja, þá komið að því, við ætlum að opna fyrir síman 567 11 11 og þetta sko engin venjulegur símatími, við erum komið hér með fjármála sérfræðing og ráðgjafa. Engan venjulega mann sko. Ó nei, þetta er hann Björn Berg Gunnarsson, velkominn. Takk fyrir það. Þú bauðst til þess, var svo góður að sitja þetta með okkur og svara spurningum hlustenda starfslok. Já, svona lífeyrismálin og starfslokkin, akkurat. Það tengist náttúrulega ýmislegt inn í það, eins og við nefndum hérna á séreignarsparnað sko. Já, þetta er nefnilega málið að sko lífeyrismál held ég að í hugum margra snúast réttindin í lífeyrissjóðnum. Jæja, hvað tekur við þegar ég hætti að fá laun og þá er verið að horfa á reglulega greiðslur úr lífeyrissjóðnum. En praktískt er þetta bara alls ekki það. Praktískt eru þetta heimilisfjármálin á ákveðnum aldri og langflestir eru að borga reikningana með tekjum eða eignum sem eru fleiri en einni átt. Það er verið að taka kannski mánaðarlega greiðslur úr lífeyrissjóði, það er verið að taka út séreignarsparnað, það er kannski einhver sparnað, fólk er að vinna eitthvað smá með, það er kannski einhverja greiðslur á tryggingastofnun. Tína þetta saman svona, Tína þetta saman og þetta er ekkert sérstaklega einfalt. Þegar þetta berst svona víða, en það er ákaflega mikilvægt að vera með allt upp á 10. Er einhver lausn í þessu, ertu með einhverja svona ábendingar til þessu sambandi eða hvað? Já, og það er svona hitt og þetta. Kannski fyrst og fremst sem er mikilvægt fyrir fólk að átta sig á, er að íslenska lífeyriskerfið er algjörlega sett saman þannig að það er ætlast til þess að hverjum og einum að hans klæðskera sníði sína lífeyristöku að sjálfum sér. Það er engin ríkislausn í lífeyrismálum á Íslandi og það er ekki í boði að herma eftir vini sínum eða að spurja á kaffistofunni hvað gerir þú og eða leita ráðlegginga á Facebook. Það er ekki hægt. Þetta er svo einstaklingsbundið. Þetta er svo ofboðslega einstaklingsbundið og það er jákvætt í sjálfu sér. Það hefur orðið þannig vegna þess að nú hefur lífeyriskerfið verið opnað mjög mikið, þannig að valkostum hefur fjölgað og til þess að gera sem mest úr hverri krónu, og þetta eru margar krónur, að þá þurfum við að hafa þetta einstaklingsbundið og með þetta okkar aðstæðum. Þá náum við að gera miklu meir úr þessu. En við opnum hérna fyrir síman, við móna einhver slánu á þráðin, vegna þess að ég er alveg viss það að það er fullt af fólki sem er að klóra sér í höfðinu yfir þessum málum. En á hvaða aldri ætti maður að byrja að pæla í þessum hlutum? Sko, ég hef litið svona á 3 tímapunkta í lífi fólks sem að fólk ætti að gera þetta. Fyrir það fyrsta er það að passa upp á það að þú sért að greiða í sjóð með þeim hætti sem þér hendar. Til dæmis ef þú ert að skipta vinnu eða þá bara búin að það er einhver ákveðin tími liðinn og þú mátt alveg skipta skoðun. Þeir sem meiga velja sér lífeyrissjóði að þeir geta valið á milli mjög ólíkra sjóða og þeir sem meiga ekki velja sér lífeyrissjóði geta samt valið ákveðin blæbrigði innan þeirra sjóða. Þannig að þetta þarf að gerast mjög snemma. Annað er það, ég finn það að þegar að fólk er komið á þennan aldur að hlutnir aðeins farnir að settlast. Börnin farin að ná ákveðnum aldri. Það er svona meiri stöðuleiki ef að segja svona kannski milli 35 og 50 ára þessum aldrei náð. Þá er ég farin að heyra í fólki. Það segir, jæja, ég hef aldrei hort á þetta en þarf ég ekki eitthvað, hvað þarf ég að vita? Næsti kafli er í rauninni bara rétt 60. Þegar kerfið fer að opnast og þegar fer að reyna á lífeyristökuna. Eru kannski flestir sem hafa ekki hugst þessa hluti þeir en þá? Já. Mér finnst... Er það of seint? Nei, það er ekkert of seint. Auðvitað er það of seint til þess að breyta verulega því sem þú ert að safna. En nei, það er ekkert of seint varandi það að undirbúa lífeyristökuna. Það er að gera að byrja þá 60. Ég staldra hann aðeins við að velja sér lífeyrissjóð. Ég bara var skráð í einhvern lífeyrissjóð þegar ég byrjaði að fór út á vinnumarkaðinn og hef ekkert breytt í síðan. Það eru mistök sem sagt. Já, það eru mistök að hafa ekki allavega hugleita hvort þú ættir að breyta. Það getur vel verið að þessi ljómandi fínn sjóður sem hendar þér, en lífeyriskerfi í rauninni samanstendur á 2 mjög ólíkum tegundum af lífeyri sem við söfnum. Annars vegar er það samtrygging, sem eru tryggingar. Ég er að tryggja mig fyrir örorku, ég er að tryggja börnin mín, makan minn, ég er að tryggja sjálfum mig framfærslu ævilangt og svo erum við með alls konar tegundir af séreignarsparnaði. Og þegar við megum velja okkur lífeyrissjóð þá erum við meðal annars að velja þetta. Og auðvitað er það einstaklingsbundi hversu mikið fólk vil tryggja sig og hversu miklum séreignarsparnaði fólk vil safna. En við ættum öll að hafa einhverja skoðun á þessu. En þetta náttúrulega eru svolítið margir lífeyrissjóðir. Sama hvar þú vinnur, geturðu valið hvaða lífeyrissjóð sem skiptir ekki máli hvers tegunda vinnu þú vinnur? Jú, það nefnilega skiptir máli. Þetta mér minnir að þessi svona rétt helmingur þjóðarinnar sem má velja sér sjóð og hinn ekki. Og af hverju má þá fólk ekki velja sér sjóð? Það ef það tiltekið í kjarasamningi að þú sett skikkaður í ákveðin sjóð. Ef þú ert ríkisstarfsmaður, þá borgar í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Það er bara þannig. En segjum til dæmis út atvinnuflugmaður. Verður þá að borga í lífeyrissjóð atvinnuflugmanna eða hvað?
Mér minnir það nú. Já, þá er eftirlaunasjóð FÍAS, bara ljómandi fýtt sjóður. Ég hef allavega ekki heyrt að því að menn sé að hlaupa þaðan. Nei, ég man nú að ég get svo sem alveg sagt frá því það skipti ekki með máli, en ég skipti fyrir einhverjum töluvert mörgum árum, 15-20 árum yfir í frjálsa lífeyrissjóðinn. Já. Var það sniðugt? Eða var það ekki sniðugt? Já, sko, þú hefur væntanlega byggt á því að frjálsi lífeyrissjóðurinn býður upp á mun meiri séreign sem hluta af lífeyrissöfnunni en flestir aðri sjóðir. Það hefur væntanlega ráðið þessari færslu þinni, þegar við litist vel á það. Þú hefur meiri stjórn á því hvernig þinn lífeyrir er ávaxtaður, hvenær og hvernig þú kýst að sækja þann sparnað. Sakalega hefur verið klári, já. Man bara geti. Og sumum hendar það og sumum ekki. Af því að eins og ég nefndi, sko, tryggingar eru ekki verðlausar, aldeilis ekki. Þannig að þegar við erum að kjósa að safna mun meiri séreignarsparnaði, þá erum við ekki eins myndarlega gripin við örorku eða við andlát. En ég get nú trúið því að sumið fara að velta fyrir sér sko traust á lífeyrissjóðnum. Ég sem að fara í þennan lífeyrissjóð, er hann traustur, hefur hann ávastað sig vel og svo framvegis. Já. Skiptir það ekki máli? Jú, skiptir bara mjög miklu máli. Og er mikill munur á þeim kannski það? Ég myndi ekki segja mjög mikill munur. Nei, það er ekki mjög mikill munur á ávöxtun en hann er. Það er gaman að sjá til dæmis að Örbjörg hefur tekið þetta saman. Það er þetta nálgast bara fínar samanburðartöflur á þessu. Það er líka mjög mikill munur á því hversu mikið úrvalið er af ávöxtunar leiðum. Það eru sjóðir sem eru frá því að bjóða bara upp á 2 leiðir þar sem að þú þarft að velja þar aðra hvora og það er ekkert annað í það að vera með sjóði sem að er að bjóða kannski eða banka bjóða kannski 10 leiðir þar sem þú getur farið með þetta í svona ansi eindregnar áttir sko þar sem að þín skoðun birtist þá þú getur til dæmis farið með allt í erlend bréf eða allt inn á bankareikning eða allt í ríkisskuldabréf og svo eru blandaði leiðir þar á milli. Eins og við segjum, sko, þið getur hringt inn með spurningu 5671111. Ég fekk eina spurningu hérna bara gegnum Messenger frá aðeila sem er að velta fyrir sig sko, ef að makinn hans deyr áður en að viðkomandi farin að taka út einhvers konar séreignarsparnað eða eftirlaun eða eitthvað slíkt. Hvað verður allt þetta fé? Já, ef þetta er séreignarsparnaður þá skiptir ekki máli hvaða nafni hann nefnist. Hvort þið er tilgreind séreign, frjáls séreign, bundin séreign, viðbóta lífeyrissparnaður, þá erfist þetta. Með sama hætti og aðri peningar. En ef þetta eru ellilífeyrisréttindi, samtryggingarréttindi, þá erfist þetta ekki en það er greiddur makalífeyrir. Og makalífeyrir getur verið frá hálfum ellilífeyrisréttindum hins látna í 2 ár í það að vera greitt ævilangt, en það er algengt að það séu kannski 5 til 7 ár sem verið að greiða þennan makalífeyri. Eftir hverju fer það? Það fer eftir sjóði. Hvaða sjóður þetta er og stundum er að segja hvaða leið innan hvers sjóðs hefur verið valin. Er þetta ekki óþarlega flókið? Jú, mér finnst það. Þetta er að ákveðnuleyti að verða einfaldara með því að lífeyrissjóðum er að fækka mjög ört. Það er ekkert langt síðan þeir voru held í 96. Það eru núna 17. 17? Þessu komnir í 17. Það var verið að samina almenna og lífsverk og lífeyrissjóðsstarfsmanna og tannlækna og frjálsa og núna er verið að ræða sameiningu Birtu og lífeyrissjóðsverslunumanna. Endar þetta kannski bara í einum lífeyrissjóð til landið? Því rétt að hún ekki. Af hverju ekki? Það var ekki samkeppni? Þá getur enginn valið eitt eða neitt. Það er ekkert aðhald, engin samkeppni og það verður einhver einn maður, valdamesti maður á Íslandi af því að hann mun stjórna öllum verðbréfamarkaði. Hvað ættu að vera 2, 3, 4? Sko, mér finnst að það verða að vera að minnsta kosti það margir að fólk getur raunverulega valið að fólk getur raunverulega valið sér lífeyrissjóð sem hendar en það sem þetta er eitt af því við val á lífeyrissjóð sem að sjálfsögðu skiptir máli ef fólk á ekki maka, skiptir makalífeyrir ekki máli eða á ekki börn, skipta börn ekki máli barnalífeyrir ekki máli en þetta er allt eitthvað sem þarf að fara inn í ákvarðanatökun okkar lífeyri. Sko, þú ert með námskeið 24. febrúar lífeyrismál og starfslok á mannamáli. Er þetta vinsælt? Þetta er kannski ekki mest sexy svona umræðefnið? Já, maður hefði haldið það, en jú, ég finn fyrir verulegri breytingu. Ég held að fólk taki eftir þessu. Já, það þarf að aukast, held ég, vinsælt, áhuginn á þessu. Já, það er alveg verið að tala lífeyrismál í dag, sem var ekki. Það var ekkert talað þetta. Þökk sé þér að mörgu leyti? Já, ég vona að maður hafi eitthvað aðeins ítt við þessu og það er nú þess vegna sem ég er að halda svona námskeiða því að það er mætt á þau. Já, og þetta er bara nauðsynlegt að leggja höfuðbleiti varðandi þessa hluti og bara því fyrir því betra. Já, algjörlega. Hér er spurning, fólk greinlega eitthvað feimið við að hringja og það ég fá svolítið mikið spurningum hérna bara gegnum Messenger. Á maður að taka út lífeyri, byrja að taka út 65 ára eða bíða til 67 ára?
þetta reynum að hafa þetta ekki oflókisvar. Það eru ákveðni lífeyrissjóðir sem að byggja upp réttindi sem eru kölluð hlutfallsréttindi. Nú erum við komin í smá svona flókið. Lífeyrissjóður starfsmanna B-deild, lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar, lífeyrissjóður bankamanna, hlutfallsdeild. Þarna ertu að byggja upp lífeyri sem í rauninni verður aðgengilegu 65 ára og þú gætir verið að sturta niður réttindum eða þú sækir þau ekki 65 ára. Þetta ekki margir sjóðir, þetta ekki mjög algengt. En það eru réttindi sem þú ættir að sækja 65. Þú talar alltaf við sjóðinin. Þú ætti alltaf að tala við starfsmann í sjóðunum. En ef við erum að tala bara hefðbundin ellilífeyrisréttindi sem að hækka með aldrinum, þá hugsar lífeyrissjóðurinn þannig að þetta verði þannig að ef þú lifir eins lengi og lífeyrissjóðurinn áætlar, þá svo sem skiptir engu máli hvort þetta 65 eða 67, þetta endar í sömu krónutölu. Þannig að það sem að þú ættir að nota þá til þess að taka þessa ákvörðun hvernig henda þessir peningar mér. Hvað ég að hugsa sem lífeyrissjóðurinn spáir ekkert í, hvaða skatt greiði ég, hvað þörf hef ég á peningum, hvernig ætla ég að nota þetta. Þannig að það algjörlega einstaklingsbundið, en það ekki þannig eins og maður heyrir stundum að það sé að alhæfa það að ef þú tekur lífeyrinn fyrir þá græður þú peninga. Það alls ekki þannig. En þú getur verið að búa í haginn samt fyrir þá maka eða börn eða eitthvað slíkt. Já. Þú getur gert það, þú getur notað snemmtöku til þess að safna þér eða til þess að greiða skuldir, en það tvennt sem getur gerst ef þú ert að sækja lífeyri og meðan þú ert að vinna, til dæmis, þú missir þína tryggingu fyrir örorku ef þú sækir ellilífeyri fyrir 67 ára. Af því að annars ertu tryggður fyrir örorku til 67. Hitt það að þú borgar væntanlega miklu hærri skatt af þessum lífeyri vegna þess að hún ekki að nota skattkortið. Það fer ofan á launinu. Og kostir og gallar. Nú, glóa línur, náum við hérna? Jó, eða ekki. Kannski mest að leiðinu þá. Já, Birgjan, góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Sælberg, ertu með spurningu eða? Já, ég með spurningu. Herðu, varðandi lífeyrismál, nú það þannig að þegar maður skilur, þá getur sjálfsagt kona sem hefur bara miklu minni lífeyrisréttindi heldur en eiginmaðurinn, það ekki? Oftast þannig, maður heima með börnin og svona, að hún getur ekki sótt lífeyrin. Það hægt að kæra það, en það rosalega erfitt. Það eiginlega aldrei samþykkt. Þá situr maður upp með rosalega marga lögfræðireikninga, þannig að það ekki að fyrir. En að kona sem kannski 55-60, hún á eiginlega bara engan lífeyri. Hvað segir þú það? Já, þetta nefnilega, það mjög gott að þú nefnir þetta vegna þess að núna í, held ég bara, hátt á 4. áratug hefur það verið heimilt að deila lífeyri með makanum sínum. Og það eru 3 leiðir sem að fara til þess. Til dæmis eins og dæmis sem þú ert að lýsa, það sem að fólk hefur verið með misháar tekjur, þá safnar það misháan lífeyri. Þrátt fyrir að fólk sé í hjónabandi á Íslandi og allir fjármunir séu sameiginlegir, þá eru lífeyrismálin það ekki. Þau standa þarna fyrir utan að þeim safna á hvora kennitölu sig og þetta ekki sameign. Það hins vegar þannig að þau meiga greiða 50-50 inn í lífeyrissjóð hjá hvort öðru og byggja þannig upp sambærilegan lífeyri. Þetta hefur máð í einhverja áratugi. Það má líka gera þetta sama þegar greitt út, en það sem þú ert að vísa í heimildin til þess að skipta lífeyri með makanum sínum, þar sem báðir aðilar ákveða að gefa hinum alltaf 50% af því sem þau hafa safnað síðan þau gengu í hjónaband. Þarna ger krafum á hvorugursjórin 65 ára og þau eru send bæði í læknisskoðun. En það alveg rétt sem þú ert að nefna að fólk á ekki heimtingu á þetta frá makanum sínum. En það hefur gerst að fólk hefur sótt svona með dómsmáli. En það ekki þannig að það sé réttindi fólks að fá þetta frá makanum sín. Þetta svona meðal þess sem ég ræði mitt á þessu námskeið og svo mikilvægt fyrir fólk að vita og átta sig á. Þú vilt ekki frétta þessu seint. Nei, hvar eru nánar upplýsingar? Og Bergþóra, takk fyrir spurninguna. Já, takk fyrir það. Þetta allt inn á björnberg.is og þetta 24. febrúar klukkan 7 til 10 á netinu. Frábært. Bestu þakkir, Björnberg.